Benedikt Sigurðsson tónlistarmaður og guðfræðingur frá Háskóla Íslands og starfar hér í safnaðarstarfinu og hefur skrifað sína lokaritgerð áhrif tónlistar í starfi með fólki með heilabilun. Og Fjóla Bjarnadóttir, eiginkona hans, forstöðukona Hamra og Eyr hjúkrunarheimila og hjúkrunarfræðingur með 2 mastersgráður, önnur þeirra í umönnun fólks með heilabilun. Ég að fara með rétt mál, allt saman. Ég ætla að bjóða ykkur hjónum hingað upp og mér segir svo hugur þessi harmonika sem hér verði eitthvað notuð, eða hvað? Benni Sig, gjörðu svo vel, kæru hjón. Ég byrja, þá engin eftirmáli. Höfum það þannig. Gaman að vera með ykkur. Ólíkt bæði Aðalbjörgu og Bjarna þá hef ég ekki gefið út bók. Ég sé að það svona eitthvað þema hérna. Mikli fræðimenn. En við Benni ætlum að ræða ég aðalega aðstandendur og þeirra líðan og hvernig álag og umönnunarálag og byrði geta leitt til einmanaleika og svo ætla Benni aðeins að segja frá sinni rannsókn varðandi tónlist með sálgæslu. Já, ég ætlum að rúlla bara yfir þetta. Það sem sagt aðeins örstutt rannsóknina mína og niðurstöðurnar þeirra og svo áhættuþættir sem geta leitt til einmanaleika og dæmigerðar ástæður þess að fólk rífur ekki einsemd og svo förum við í það hvernig hægt að einhver bjargráð varðandi það að rjúfa einsemdina. Svo kemur Benni. Ólíkar aðstæður geta leitt til einmanaleika. Breyting á lífshlutverki þar á meðal og ýmsar tilfinningar sækja fastar að. Aðrir þættir eins og aðstæður í lífi hvers og eins og þörf fyrir ást og skortur og tengslum og nánd. Þetta hefur allt komið fram, bæði hérna hjá Aðalbjörgu og Bjarna. En það að vera aðstandandi fólks með heilabilun eða færniskerðingar getur verið bæði krefjandi og erfitt. Þegar það krefst fórnfýsi, þolinmæði og umhyggju og þetta oft sársaukafullar breytingar fyrir aðstandendur. Líf þess sem umönnunina veitir breytist alltaf og það mikið að algera kúvendingu verður að ræða. Maki eða barn ber skyndilega alla ábyrgð á velferð og lífi ástvinarins. Álag, þreyta og svefnleysi eykst hjá aðstandendum samtímis þess að þeir þurfa að glíma við marga tilfinningalega þætti. Það því mikilvægt að aðstandendur eigi kost á stuðningi til að höndla þær sársaukafullu breytingar sem verða á högum þeirra. Fræðsla og stuðningur mikilvægur og þau hafa bæði rætt það hérna á undan. Rannsóknarniðurstöðurnar gáfu skýrt til ljós að umönnunarálag var í rauninni yfir skriftin af niðurstöðunni og undir flokkarnir voru sálræn vanlíðan og líkamleg vanlíðan og svo skert félagsleg þáttaka og það kannski helst þar sem við sjáum stöðuna þar sem aðstandendur lenda í sem geta leitt til einmanaleika. Ég ætla að fara yfir niðurstöðurnar af þessari rannsókn bara á 3 glærum örstutt. En allir þátttakendur, þeir lýstu yfir ákveðinni sorg. Það var ákveðin sorg yfir því sem að verður ekki, missirinn yfir því sem að og áfallið yfir því hvernig þeir sáu lífið framundan og Bjarni ræddi það svo vel hérna áðan varðandi það að við erum oft líka bara búin að ákveða og gerum kannski ekki raunhæfar væntingar að það verði neinar hindranir. Áfall og skömmin yfir því að þegar við eigum veikan ástvin og hann kannski haga sér eitthvað sem að umhverfið segir okkur að sé óviðeigandi, það hafði mikil áhrif á þau. Samviskubitið og að bregðast samviskubitið við því að vera kannski að gera eitthvað skemmtilegt kvöldið með fjölskyldunni, mögulega í stórafmæli
og svo kom í ljós að makinn fékk lungnabólgu og sýklalyf og svaf ekkert nóttina, þið vitið. Það var þetta svona togaðist rosalega mikið á. Og svo var kvíði og stress, stöðugar áhyggjur, eigin þarfir sátu á hakanum, þau einhvern veginn kusu að gefa sig alla frekar að því að hlúa að ástvinunum. Umönnunarbyrðin var svo ábyrrandi og svo gegnumgangandi í gegnum alla rannsóknina, en það voru margir aðstandendur að sinna það sem við gerum á hjúkrunarheimilum í þrískiptum vöktum allan sólarhringinn með helgarfríum og vaktafríu og styttingu vinnuvikunar og allt, og það var kannski aðstandandinn einn að sinna sínum ástvini. Þannig að umönnunarbyrðin var mikil og svo var óbein umönnun eins og til dæmis að fara út í búð eða skutla til læknis og þess allar. Líkamleg vanlíðan, hún var líka ábyrrandi og það voru allir þátttakendur sem sýndu að þeir fundu fyrir svefntruflunum og þar af leiðandi var þreyta og það að vera úrvinda kom mjög vel fram. Og svo var það svolítið sláandi að aukin einkenni langvinnra sjúkdóma var ábyrrandi, eins og til dæmis ef að viðkomandi aðstandandi var með gigt, að þá voru einkennin verri ef að það var meira álag eða breyting á ástvininum. Og svo blóðþrýstingurinn kannski hækkaði og þess háttar. Svo var það skerta félagslega þáttakan. Hún var einhvern veginn strax svolítið ábyrrandi og það var þessi tilætlunarsemi að ástvini sem gat verið maki eða foreldri, tilætlunarsemi að skutla þegar að þau áttu að fara til læknis, ekki eftir vinnuviku eða það hentaði okkur sem aðstandendum. Þeir kannski höfnuðu þjónustu eins og þrif eða heimahjúkrun eða þess háttar og þá þurfti aðstandendinn að grípa inn í og mæta eða skutla eða fara úr vinnunni eða fá frí til þess að útrétta með sinn ástvin. Og svo var það líka, kom mér reyndar líka mjög óvart, það var missir af aðstoð, það var í rauninni missir á því að kannski gat mamma eða pabbi ekki lengur passað. Ég gat ekki farið til þeirra og leitað álits og það kom einmitt skýrt fram bæði hjá Aðalbjörgu og Bjarna varðandi þetta með fjölskylduna. Þannig að það líka kemur fram í þessu niðurstöðum. Orkuleysið, þetta tengist allt saman og þetta að vera bundin, geta kannski ekki leyft sér að fara í bíó á morgun með vinahópnum af því að ég þarf að gefa mömmu eða pappa alltaf lyfin klukkan 10 á kvöldin, en myndin ekki búin fyrir 10:30. Höft og skipulag raskast og kannski það voru svolítið stórar ákvarðanir sem fólk þurfti að breyta sínu skipulagi, eins og til dæmis að ákveða að fara í sólina í 3 vikur, stytta ferðina niður í 10 daga af því að það var með svo mikið samviskubit yfir því að vera ekki nær sínum ástvini. Þannig að þeirra höft og þeirra skipulag raskaðist oft í kringum þetta. En þetta eru helstu niðurstöðurnar. En það eru fleiri þættir sem hafa áhrif og það eru útgefin efni og ég ætla bara að rúlla örlítið yfir það, þar sem gefið út í 3 svona flokkum, lítil, miðlungs eða mikil áhætta á einmanaleika hjá eldra fólki. Og þess vegna langaði mig að segja ykkur áðan aðeins frá rannsókninu minni að þetta helst allt í hendur. En þetta er danskur úr dönskum bækling sem var þýddur á íslensku af Halldóri Guðmundsssyni og Berglindi Magnúsdóttur sálfræðing þegar þau voru að vinna, hún hjá velferðarsviði Reykjavíkur og hann hjá öldrunarheimilum Akureyrar. Lítil hætta á einmanaleika. Það ef maður á maka, sambýling, kærustu eða kærasta, metur heilsu sína góða, hefur samband við fjölskyldu og eða vini í hverri viku, hefur einhvern til að tala við ef að hann eða hún á í vanda og þarfnast stuðnings, aðlagast eða sættir sig við missi, hefur búið á sama stað í lengri tíma, hefur áhugamál sem hann eða hún stundar mikið, er virkur og áhugasamur þáttakandi og er leitandi og mannblendinn. Og þarna getum við mörg hver verið ef að við
erum ekki í þeirri stöðu að vera með veikan ástvin sem þarfnast okkar. Miðlungsáhætta á einmanaleika hjá eldra fólki ef það hefur misst maka eða nánasta ættingja á síðustu 5 árum, þá á ekki börn og lýsir sér sem einfara eða sérvitringi, en þetta var í þýðingunni dæmigerður karl, hefur ekki vestrænan bakgrunn, hefur gefist upp eða hætt helstu áhugamálum sínum vegna heilsu eða flutninga, metur fjárhagsstöðu sína slæma, tjáir sig söknuð náinna vina, vill ekki eða telur að það sé ekki mögulegt að taka þátt í fleiri verkefnum í nærsamfélaginu og er nýfluttur í hverfið eða sveitarfélagið. Þeir sem eru kannski helst í mikilli áhættu á einmanaleika, það eru þeir sem að meta líkamlega heilsu sína slæma og fá hugsanlega heimahjúkrun, hafa upplifað erfiða reynslu eins og alvarleg veikindi eða einhvers konar árás, á alvarlega veikan maka eða maka sem þarf aðstoð og persónulega umönnun, og þetta eiginlega þessi þáttur sem ég er að taka hérna í þessu stóra samhengi. Það svo margir þættir, þá ég í rauninni bara kannski aðeins að ræða þennan eina litla punkt að mestu leyti. Heyrir illa, hefur misst maka eða náin ættingja á síðustu 6 mánuðum, hefur samband við fjölskyldu og eða vini einu sinni 2 í mánuði í mesta lagi, gefur til kynna að hann eða hún eigi erfitt með að koma sér að verki eða gera hluti, eiga í erfiðleikum með að skipuleggja daginn og fylgja daglegri rútínu, vantar einhver til að tala við ef hann eða hún á í vanda eða þarfnast stuðnings. Þetta hefur líka komið fram. Samfélagið okkar er meðvitað stöðuna og ef maður bara slær inn í Google í tölvuna og þá poppar upp alls konar fréttir einmanaleika, hvernig ráð til að draga úr einsemd. Ég sá meira að segja Aðalbjörgu sem hann var tók við viðurkenningu frá Bessastöðum við bókina sína þar sem hún ræðir áræðni og berskjöldun sem þarf til að rjúfa einmanakennd. Félag eldri borgara í Kópavogi fékk styrk til að útrýma einsemd og einveru eldra fólks. Þannig að við erum meðvituð, þó við eigum kannski, ég ætla að leyfa mér að segja það, getum gert svo miklu, miklu betur og þess vegna er svo gott að hittast eins og hérna í dag. Það er mjög nauðsynlegt. Dæmigerðar ástæða þessa einmana eldra fólk tekur ekki þátt í félagslífi eða annarri starfsemi. Það vantar einhver til að fara með, þeim tekst ekki að finna réttu samtökin eða hvað í boði. Þeim finnst erfitt að komast inn í hópinn, þau eiga í erfiðleikum með að komast á staðinn og álag, sorg og byrði verða hindranir. Við höfum heyrt þetta allt áður og ég veit að Hrannar sem kemur hérna eftir mér, hann ætlar að tala við ykkur þar sem er í boði hérna í bænum og félag eldri borgara, svo ég ætla að sleppa því. Svo voru tölur þar sem að hún, Aðalbjörg, að við fór rétt með, var að ræða það að væri 36% einstaklingar sem lýstu því yfir að þeir fyndu fyrir einmanaleika ef ég fer rétt með. En það eru 17–23% af Íslendingum sem eru eldri en 67 ára sem upplifa sig oft eða stundum einmana, ekki sjaldan. Og svo er það þriðji hver eldri borgari sem upplifir einmanaleika, talar ekki við neinn það. Og svo hefur það komið fram áður að maður getur valið að vera einn en maður velur ekki að vera einmana og það er svo tvennt ólíkt. Að rjúfa einsemd sem aðstandandi. Þegar maður er aðstandandi þá er mikilvægt að hugsa sjálfan sig, félagsleg samskipti skipta máli og samskipti við aðra eru mikilvæg. Og við ræddum áðan varðandi sálræna líðan að maður þarf að þekkja sín mörk, það hefur líka komið hérna fram, mjög skýrt. Líkamleg líðan, hreyfingin er mikilvægur þáttur og Hrannar mun ræða það hvað er í boði hér, bæði í Jónshúsi og annað. Og svo er það félagsleg þáttaka og félagsstörf sem verður líka rætt á eftir, en þau eru svo mikilvæg. En það sem
líka gott að gera að einbeita sér að því að leysa þau vandamál sem maður ræður við, ekki ætla sér og of. Reyna eins og mögulegt að sætta sig við það sem maður ræður ekki við og getur ekki haft áhrif á. Ekki ímynda sér að maður ráði við allt upp á eigin spýtur og ekki búast við að komast yfir allt sem maður gerði áður. Gerðu fjölskyldu og vinum ljósar þarfir þínar og tryggðu þau hjálp sem þér stendur til boða. Ef þér finnst fjölskyldan og jafnvel aðrir gætu hjálpa meira, reyndu þá að ræða við viðkomandi. Mundu að þú hefur rétt á þínum eigin áhugamálum. Frídagar eru nauðsynlegir. Ég ræddi það áðan, muniði, að þegar maður er aðstandandi og viðkomandi er mikið veikur, þá er erfitt að vinna alla daga, allan sólarhringinn. Og svo ef maður hugsar ekki sjálfan sig, þá getur maður með tímanum ekki annast þann veika og hlúða honum. Svo er það samfélagsleg ábyrgð. Samfélagið, við þurfum að láta okkur hvort annað varða. Það er okkar samfélagslega ábyrgð. Og það er mikilvægt að nágrannar og aðrir í umhverfi aldraðra átti sig á einkennum einmanaleika og séu tilbúnar að hjálpa. Ég brosti aðeins út í annað þegar að Bjarni var að ræða varðandi það þegar við sjáum oft ekki hverjir eru í kringum okkur eða hverjir búi í stigagangnum okkur og annað. En það er þetta, við getum aðeins litið upp og sé fólkið í kringum okkur og það er svo gott að hjálpa. Það hefur líka komið fram. Aldraðir sem upplifa einmanaleika þurfa oft vinsamlega stýringu og hvatningu til að taka þátt í félagslífi og samskiptum við aðra og það sem hægt er að gera er að hjálpa eldra fólki að heimsækja heimasíður eða útvega upplýsingabæklinga til að fá yfirlit yfir félagsstarfsemi, samtök og önnur tilboð til aldraðra á svæðinu og ég veit að Hrannar ætlar aðeins að ræða það. Boðist til að fylgja viðkomandi á staðinn í fyrsta skipti. Það er gott fyrir þau að fá stuðning, hafa samband við félagið og tryggt að vel sé tekið á móti viðkomandi af því að góða móttökur skipta máli. Og svo að lokum, áður en að Benni tekur við, það langar mig að segja ykkur frá því að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin eða WHO hefur lýst yfir skaðsemi og einmanaleika og hann geti stytt lífaldur fólks. Þeir segja að einmanaleiki geti meðal annars skaða heilsu eins og við höfum farið yfir og það hefur komið hérna fram á undan oftar en einu sinni. En þeir vilja sjá stefnumótun að minnka félagslega einangrun og einmanaleika, skapa hnattrænt samfélag og setja það í forgang í stjórnmálum. Þannig að núna að koma kosningar. Takk. Þessi hérna. Komið sæl öll sömul, ég heiti Benedikt og starfa hérna í kirkjunni ásamt Sigurvin og stundum fæ ég að vera þessi heiðurs aðnjótandi að starfa með Bjarna, sérstaklega þá í fermingarfræðslu. Ég man eftir fyrstu minningu minni þegar ég var 12 ára gamall. Þá hafði ég fengið pínulítið svona hljómborð í jólagjöf og ég lærði að spila Heimsum ból á það. Og ég á þetta hljómborð hérna inn á skrifstofu, ennþá, pínulítið, gengur fyrir batterjum. Og ég fór inn á hjúkrunarheimili sem að amma mín heitin var búin að liggja og það var ekki búin að ná sambandi við hana í kannski svona 2 ár. Ég get sagt þetta vegna þess að þetta tengist mér. Og ég man ég lagði hljómborðið að eyranu á henni og spilaði Heimsum ból. Og það sem að gerðist á eftir, ég fæ ennþá gæsahúð. Hún horfði á mig, elsku barn, strauk mér vangann. Þetta var einu tjáskipti sem ég átti þessa konu. Og svo líður tíminn og frá þessu hef ég verið að spila fyrir fólk sem tónlistarmaður í yfir 30 ár, þangað til að ég byrjaði í guðfræðideildinni fyrir 4-5 árum síðan. Þá komst ég að einu. Rjúfa einsemd sem
sem tónlistarform. Og þá fékk ég áhuga á því að kafa aðeins dýpra ofan í hvernig tónlist getur rofið einsemd. Örstutt frá þessari rannsókn sem að mun ekki birtast fyrr en á 9 ári, en ég er komin að niðurstöðu kaflanum og er komin með áþreifanlega niðurstöður. Og þetta er starfsendarannsókn í eldri borgarastarfi, tónlist sem tækifæri í sálgæslu. Og það er nú gott að vera giftur konu sem er með mastersgráðu í fólki með heilabilun. Hæg heimatökin. En meginmarkmið með þessari rannsókn var að ígrunda eigin starfshætti. Vegna þess að í 30 ár hef ég bara verið að spila og syngja það sem ég held að sé skemmtilegt og í mínum tóntegundum sem ég finnst þægilegt að syngja. Og ég reyni að skilgreina hvaða tegund tónlistar hentar, hvaða tónhæðir og hvaða hljóðfæri henta ákveðnum hópum og gera á þessum mjög mikla tilraunir. Og þannig reyni ég að hámarka þátttöku og skilning og virkni í þeim samverustundum, hvort sem það er fjölmenn samverustund eða einn einstaklingur á dánarbeði ásamt sinni fjölskyldu. Og rannsóknarspurningar mínar voru tvíþættar. Hvernig nýtist tónlist í sálgæslu fólks með heilabilun? Og hvernig geti ég þróað starfshætti mína í eldri borgarastarfi með heilabiluðum með sjónarmið sálgæslunnar í fyrirrúmi? Það er að segja að rjúfa einsemd. Og eins og þið sjáu hérna, þá tjáskipti okkar, ég held ekki. Já, það verður, já. Tjáskipti okkar þegar sálar og raskast hefur mismunandi birtingarmyndir. Þú getur líka sest hérna framar ef þú vilt. Já. Og aldraðir og fólk með heilabilun getur átt erfiðara með að tjá líðan sína með orðum þegar eitthvað amar að. Og leitast var eftir því í minni rannsókn að nota tónlist við sálgæslu aldrara og fólks með heilabilun. Og hvernig fór ég í gegnum þetta til að reyna að hámarka minn árangur? Sko, samsöngur fólks í Jónshúsi er eitt, en tónlist sem sálgæsla er annað. Þetta er tvennt ólíkt. Þó að samsöngur sé að vissu leyti verið að rjúfa einsemd, fólk kemur og syngur saman sem er einstaklega fallegt. Þarna skoða ég lagaval, hljóðfæraskipan. Ég pröfaði alls konar hljóðfæri. Hristur, bara ukulele, píanó, gítar, harmoniku, hvað sem er. Ekki blokkflautur reyndar, ég hef ekki prófað það. En þarna rýndi ég líka í hvernig salirnir eru, hvernig birtustíð er. Ég prófaði alls konar mismunandi uppraðanir á stólum og öðru slíku hvar ég stóð og til að reyna að fá einhverja hugmynd hvað best sé að gera. Þannig skoðaði ég með hvaða hætti tónlist getur linað andlegan sársauka fólks og sérstaklega þá fólks með heilabilanir. Og ég er að segja ykkur að þessi rannsókn kom mér á óvart vegna þess að niðurstöðurnar eru ofboðslega fallegar. Svona í mjög grófum dráttum þá er þetta svona þessar áhugaverðu nálganir í beitingu tónlistar með heilabilun. Syngja lög í lægri tóntegundum. Af hverju er það? Í rannsókn minni þá skoðaði ég líka hvernig áhrif tíðni heyrnar breytist með aldrinum. Það er mjög áhugavert að pröfa að spila lög í mismunandi tóntegundum. Það getur haft tónlist er tungumál. Það skiptir máli hvort þú öskrar eða hvort þú talar blíðlega.
syngja lögin hægar. Ég er alinn upp á ættamótum og spilandi út allt og syngja og það er svo gaman og fyrir vestan er svo gaman að spila og syngja allir og lögin eru tekin á tvöfaldur hraða. En það virkar kannski ekki alltaf fyrir alla. En mest galdurinn í mínum huga við þessa rannsókn, það sem virkar best fyrir mig og fyrir það fólk sem á hlýður, að það er samfallandi saga einhvern boðskap og lag í kjölfarið sem rammar inn saga pluss lag, sem sagt ramma inn sagnir og söng. Þá getum við til dæmis talað lag sem við ætlum að syngja saman á eftir. Það er Litla flugan, með mjög einföldum hætti tala það lenda allir í því að það koma dimmir tímar hjá öllum. En við verðum að vona það að sólin komi upp aftur og lækur tifi léttum á það steina og ég ætla að standa með þér og hjálpa þér þangað til að sólin kemur upp aftur. Með svona einföldum hætti. Líka hef ég talandi að kraftaverkin gerast alla daga. Ég fer í alls konar aðstæður og hvað get ég gert til þess að gera stundina sem fallegasta? Til dæmis, þegar við erum að tala að ramma inn sögu og lag, tökum eitt dæmi, lagið Vikivaki, sunnan yfir sæinn breiða. Hvernig getum við gert lagið áhrifameira fyrir fólk sem er með langt gengna heilabilun? Við getum gert þetta sjónrænt og þar hef ég hreinlega tekið boðið með mér ungmennum sem hafa þegið sálgæslu hjá mér inn á vettvang með því að blása sápuhúlu. Sjáu þetta fyrir ykkur. Sunnan yfir sæinn breiða, með slæður, vindurinn. Sjáu þið. Þetta hefur ofboðslega mikil áhrif. Þá erum við að nálgast fólki sem er á þeim stað sem ég kem á og fólk sem ég tek með mér. Við ætlum að pröfa núna verkleg nálgun. Það þekkja allir Litlu fluguna. Þarna er nú aldrei sagt að segja góða sögu sem að rammar svo inn lagið. Við ætlum að pröfa þetta og nú erum við komin bara á vettvang. Erum við klár?
Takk fyrir söngin, það er svo gaman að syngja saman. Örlítið í lokin, síðasta glæran. Almenn sálgæsla, tónlist og tengslamyndun. Nú ætla ég bara að svara út frá mér sjálfum. Hvað er raunveruleg sálgæsla? Nú tala ég fyrir fram marga sem hafa meiri reynslu en ég, en þetta er mín upplifun. Ég starfa mikið í sálgæslu hérna í kirkjunni. Þegar maður fær til sín einstaklinga í sálgæslu, að þá er það, mér finnst það alltaf virka best að finna tilgang. Og þá reynir maður alltaf, ef ég fæ Bjarna til mín, þá reynir ég alltaf að finna einhverja þræði sem ég get tosað í og hjálpa þér, Bjarni, mitt úr miðri straumharðri ánni, togið upp á bakkann og sagt við þig, ég ætla að komast með þér í gegnum þetta. Ég ætla að standa með þér. Það getur verið tónlist, það getur verið að komast í kór, í kirkjustarf, alls konar virkni. Og þetta er í mínum huga yfirskrift þessara ráðstefnu sem að Sigurvin setti fram, og takk fyrir það. Í mínum huga er það að rjúfa einsemd sama sem sálgæsla til tilgangs. Já, og takk fyrir.